Já, heyrðu, það eru bækur sem við notum hérna við rauðaborðið sem tilefni til þess að ræða lífið og tilveruna. Bækur eru náttúrulega mikilvægt svona innlegg inn í samtíma umræðina og hjálpar okkur að skilja heiminn. Þetta ekki bara svona konfettkassa sem við njótum á jólanótt að lesa, heldur þetta alvarlegt innlegg inn í eilífa umræðu hver við erum og hvert við erum að fara og til hvers við erum hérna og hver hlutur okkar í heiminum. Og nú held ég á bók eftir Vigfús Bjarna Albertsson sem hingað kominn. Hver vegur að heiman vegur heim. Rétt. Hvað hérna, þú ert að leggja þetta inn. Já, ég búna því. Já. Það ekki aftur snúið. Og þú ert að gera það af ykkur ástæðu? Já, stundum gerast nú hlutinni samt svolítið óvart, sko. Já. Ég hún kom út núna í lok nóvember. Og eru kannski svona hugleiðingar mínar af kynnum við fólk og aðstæður. Og ég svolítið dreif upp myndir af fólki sem að kenna okkur mikið, sem að takast á við mjög stór verkefni. Og afhjúpa svolítið í mínum huga hver við erum, og þú varst með góðan inngang hvað sem mjög, og eru svolítið að benda okkur á hvernig mannskepnan þegar mikið liggur við, og líka hvað getur nýst okkur, og ég ákvað að skrifa þetta þannig að ég hafði ákveðna inngang að bókinni, ákveðin erfið reynsla sem ég lenti í sjálfur fyrir tæpum 2 árum þar sem mér var ekki huga líf og ég þurfti að takast á við mjög stór veikindi og bý við þó nokkuð miklar afleiðingar af því það sem eftir og ég ákvað svona að hafa það sem inngang og svona ýmsar vangaveltum mér það og inngangurinn leiður okkur síðan í kynni við fólk og sem kenna okkur helling í mínum huga og að auki þá vel ég það að svona setja stundum inn í svona faglega nálgun eftir svona tæpa 21 árs reynslu bæði á sjúkrahúsum og núverandi fyrirbæri sem ég veit í forstöðu sem heitir sálgæslu og fjölskylduþjónusta kirkjunnar. Þannig að þetta svona blandast þrennt saman. Og fæið sálgæsla, ekki guðfræði. Sálgæsla hluti kannski. Já, sálgæsla praktískri guðfræði. Já, hún kölluð það, reyndar, og auðvitað byggir hún á námi sem ég var í 3 ár í Bandaríkjunum, svona sorgar og áfalla nám, en það náttúrulega tilvistarspurningar og þessi grunntengsl okkar eru náttúrulega til umfjöllunni í sálgæslunni, því að það svona ákveðin mannskilningur að við séum tengslu við sjálfum þessi, annað fólk og það sem við kallum tilgangaða Guð er svona þetta þríyrningstákn sem við þekkjum frá ýmsum stöðum og áföllin snerta öll þessi tengsl, þessi 3 tengsl og batinn tengist í líka hvernig maður endurskilgreinir þessi tengsl. Þú lendir í áfalli og endurskilgreinir þig frammi fyrir ógninni af dauðanum. Já, það verður óumflýjanlegt ferðalag. Það gerir fólk sem að þú vinnur með á sjúkrahúsunum. Já, og nú vinn ég þarna hjá þessari stofnun sem kirkjan rekur, sem alltaf alveg sömu verkefnin þar. Það sem ég að hugsa er að því og flest þekkjum við dæmi þess að þegar fólk horfist í augu við dauðan, að þá bara skynja maður að verður breyting í áherslum og hvað fólk til að vera mikilvægt. Stundum allavega. Stundum, og svo er fólk sagt okkur frá þessu, hvernig það sá að það sem það hafði áður verið að sækjast eftir var hjómeitt en svo átt að segja á því hvers virði einhverjir þættir í lífinu eru sem að fólk hafði ekki gætt nóg að. En þetta svona eru við mannskepnan frammi fyrir ógninni. En í hversdaginum þá eru við allt öðruvísi. Og þá spyr ég að því að frammi fyrir ógninni þá dugar ekki svona hversdagslega egóið mitt. Að það brotnar. En get ég eitthvað notað Vigfús Bjarna frammi fyrir ógninni í hversdyrum? Já, ef ég skil spurningunni þína rétt
og sem bara ágætis áminningu það að samfylgd með fólki gengur voðalega mikið út á spurninga því að maður er alltaf að reyna að auka innsæi fólks sem það sjálf kemst að. Þetta er ekki skipun og leiðbeiningafræði. Ekki paint by numbers. Nei, akkurat. Og já, ég meina, ef ég skil spurninguna rétt hjá þá finnst mér nú vera að spyrja mig breytingarna sem verða. Já, ég meina það eru ákveðin tækifæri í úrvinnslu alltaf og tækifærin í úrvinnslunni leiða náttúrulega til þess að það kemur svolítið hugsanlega ný birtingamynd sem hefur önnur viðhorf og aðra sýn og að þú talar hversdagsleikann og fólk er kannski ekkert eðlilega upptekið af þessum spurningum og þessari breytingu sem viðkomandi verður fyrir. Og hann sogar þig frá þeim? Já, algjörlega. Á möguleika á því, ég vil alltaf halda því að ég hef alveg séð fólk íkjast í hináttina líka og þá er ég ekki að leggja dóma það, skilur, alls ekki að því það er bara mannleg viðbrögð. Já, ég meina ég held að sé vitneskja og speki því ef fólk nær að breytast og vonandi náttúrulega það er alltaf möguleiki að fólk ná okkur í sátt og okkur auðmýkt. Og það er mikil kennsla inn í hversdagsleikann, eða mér finnst það allan og ég held að þér kannski finnist það líka. Já, en svona þekki dæmið þess og sjálfur sér hefur maður líka reynt að glíma við það, við einhverja svona sterka upplifun bara stöðum hans í heiminum og svona endurmat og það er svona svolítið af því að það getur verið svona augnablik, það getur verið kannski svona fínlegri upplifun ef maður kannski svona frekar eins og maður sé elda eitthvað svona bjöllu hljóm í fjarska á meðan að hversdagurinn hann getur mætt manni sem bara sem kallar á viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og viðbrögð frá þér og þá er það hvernig kemur með eitthvað sem að þú upplifir sem sannleika í einu augnabliki inn í hversdag sem ekkert endilega styðja þennan sannleika sko. Já, ég minnst þetta mjög flott lýsingaður. Ég held sko að hversdagsleikin og það er enn og aftur, það er ekki dómur í því. Hún finnst kannski bæði svona einstaklingar og svona viðþótt aldrei þreytandi og þeir eru ögrandi. Og ég held til dæmis að mannkynssagan kenna okkur það að oft stóra breytingar hafa oft orðið vegna innri breytinga einhverja einstaklinga eða hópa og ég held að hversdagurinn reynir ofta að ýta því í burt og jafnvel með valdi ég meina að því að þú myndist að guðfræði við tökum bara Jesús fyrir sem dæmi þar kemur einstaklingum með nýja nervur og nýja sýn bæði vill hann breyta hennu ytra en hann er líka búið innri breytingar hann er alltaf svo leiðilegur að hann er alltaf tekinn að lífi á endanum og þannig að ef þú ert að vísa til þess og syrgjendur lýsa því oft nánast algilt fyrir manni að það verður oft mikla breytingar á félagskerfinu, bæði breytist einstaklingurinn áhugi hans og geta breytist, en líka er þetta trublandi fyrir ytra umhverfið. Af því að það er einhver sem ekki tekur þátt í leiknum. Hárrétt. Sem segir ríki mitt er ekki þessum heimi. Já, mjög. Og þá vil ríki gera það, við skulum bara sjá til og krossast hann. Og það getur líka alveg sagt bara það er eins gott fyrir því, skilur við. Já, að vera. Ég meina, sjáum bara Gandhi og Martin Luther King, þetta eru menn sem boða bæði ytri og innri nýjan veruleika og þetta er alltaf óþolandi stærðistundu. Að því þú nefnir þetta þá ertu að halda þig fram að stóra breytingar í mannkynssögunni og þroskastökk sem að mannkynið sem samfélag verður fyrir gerist með innri breytingu einstaklinga. Ég held að það sé allan, ég er ekki að segja að það sé eina breytan en það er allan að getur verið mjög stór breyta og stundum kemur svo breyting fram en henni síðan vísa frá en minningin og minnið hana er til staðar. Já, og sumt kannski sem að við horfum á sem svona veraldlega breytingar geta verið andlega breytingar eins og hvar valdi liggur og þú veist, hver er Guð? Guð hversan er hann? Þegar Guð er okkar alþýðufólksins, það verður gríðarleg breyting sem að felst í því. Já, ég meina og tökum bara dæmi, svona augljós dæmi sem hefur haft mikil áhrif á Íslands samfélag. Það er til dæmis tólsporarhreyfingarnar. Það er dæmi 2 menn sem hittast í neyðsinn og það verður innri breyting á svo verður þetta alheimshreyfing.
Það komið fram stundum hérna við rauðaborðið í samtölum. Elsabet Jökulsdóttir heldur til þess fram að þetta sé svona gjöful bylting sem ennþá í gangi sem að verður frá þessum upphafi og hafi haft áhrif á því hvernig við metum okkur, hvernig við getum gengist fram og viðurkennt það sem áður var skilgreint sem veikleikar okkar. Að þetta sé raunverulega við séum að horfa á það með vaxandi afli, birtast bara út allt. Ég vona að Elisabeth hafi rétt fyrir sig. En hérna, að því að þú varst lengi sjúkrahúsprestur, ert ekki ennþá. Nei. Og þar hittur fólk hérna sem er sett í aðstæður sem að við viljum kannski ekki horfast í augu við að við séum í fyrir en að það verður. Ég skilgreini stundum áfall þannig að sé ákveðin sjálfræðissvipting. Það búið að taka því stjórn út komin í aðstæður sem það aldrei valið að vera í. Já, taka stjórn af hverjum, af því það er ekki alveg við í heild. Af því að annars getur ekki breyst ef þú talar eins og að sé ekki valda á okkur en við erum kannski ekki bestu stjórnendunir heldur í. Nei, þegar ég nota þetta orð sjálfræðissvipting það er náttúrulega tímabundi ástand og svo bataferli að ná stjórn aftur en akkurat í mómentinu sem það gerist þá missur ákveðna stjórn og þá getur fólk verið örvendingavöld. Mjög og bæði getur dofnað eða brugðist við með einhverjum hegðun og öðru slíku sem mjög fjarri þeim dagstaðlega en svo batinn að það raða sér saman hægt og róli og maður fara að valla í þann tíma ás hann getur verið bæði stuttur og langur og svo hefst kannski annað ferli sem sorgarferlið þar sem þú ferð að skynja betur hvað þú ert að missa eða hefur mist. Ég hef fylgst með fólki deyja og það er ekki þannig að öllum takist að horfast í einhverju sátt við það. Ég hef fylgst með fólki deyja sem er svo óttafullt og örvæntingafullt að það er bara líkamlega sárt að fylgjast með því. Já, og ég get skilið það en ég hef alveg séð fólk líka fara hinaleiðina þess að sleppa mjög fallega og það er alltaf ósk manns að fólk nái þeim stað vegna þess að það hjálpar aðstandendum til dæmis gríðarlega mikið og það er eins og að ég hef svona lýst í þannig að það er eins og að þeir sem eftir verða að fái meira leyfi til að lifa og grói betur. Þannig að þú notar annað hugtak sem ég er mjög hrifin af áðan í svona fljótlega eða í byrjun samtals, það er þetta ego-hugtak. Ég kalla það að egoðun er að minnka og víkja versus það að egoð bara eykst, skilur. Þannig að þú mælir með því að við minnkum egoið. Já. Það sé ekki alltaf í stjórn. En ég held, Gunnar, að það sé eilíðarverkefni. Já, við losnum ekki við það. Nei, ég er alveg sammála því. Ég held að það sé mikil hugsunarskekja og ég held til dæmis allar hérna andlegu hefðir, trúarhefðir heimsins eru að kenna þetta sem við erum að segja akkurat núna. Og ég held að til dæmis að ef við notum aftur Jesússöguna að þar deyr egoði náttúrulega endilega á krossinum. Það er mín stúlkun allavega. En við erum ekki guðlegar verur þótt að við höfum í okkur kannski guðlega neista þannig að við verðum að lifa með þetta ego, læra að lifa með það eins og En ég held samt að maður hafi alveg kynst og ég er ekki segja það að ég og þú sem akkurat þeir eða þau en ég hef alveg séð fólk maður alveg kynst þannig fólki að það hefur einhvern veginn náð að milda þessa starf mjög mikið. Og svo hefur líka kynst fólki sem er eiginlega með egoið framan á sér, óvarið og sárt, má ekki við neinum hjaski og er einhvern veginn alltaf í fyrsta sæti í öllum verkum. Já, og það er alveg gríðarlega mannlegt fyrirbæri og mannleg leið og maður hefur alveg séð þjáningun alveg íta fólki þanga líka. Ég er hinn stóri þjáði, skilur en ég hef líka séð þjáningun að fara í hina leiðina. En að því að þú hefur verið sjúkrahúsprestur og hitt fólk á dánarstundu. Til dæmis, já. Og þá og fleiri kannski heldur en flestir, nokkur sem ég hef talað við hér. Stundum, þú kannast við að í svona frásögnum, að þá er talað að á dánabeðinu, til dæmis, fólk er alltaf að leita af síðasta orðinu eins og í því felist einhver sérstök viska. Og líka í þessari afstöðubreytingu sem að fólk verður að gera frammi fyrir dauðanum, það sem að verður náttúrulega ego getur ekki sigrað dauðan. Og þá kemur
þú kannast við að svona ég sé ekki eftir neinu sem að ég gerði, bara því sem að ég gerði ekki. Svona alls konar speki sem kemur hana. Mér langar að spyrja sko. Það getur komið. Það getur komið, já. Þú þekkir að líka á fréttum að það hérna maður Filippseyjum sem orðin 107 ára og hann spurður hvernig færði að þessu eins og hann geti komið með svona lífslausnina fyrir okkur. Maður alltaf sjá þetta. Já. Það er líkillinn að langlífunni. Það er svona hugmyndum að okkur tiltekinni stöðu að þá hafur hérna öðlast sín sem að gagnist okkur. Og við erum aðeins að spyrja meira þetta sko. Er það svo? Eða er það sem sagt staða, þetta er afstaða sem er læknandi og góð fyrir þann sem liggur banaleguna og aðra. Og aðra sem eru þar í kring til þess að fylgjast með viðkomandi taka móti döðanum. En það er ekki þar með sagt að þetta sé góð leiðbeining fyrir þig. Þú ert 25 ára í badminton og átti eftir að koma í matinn. Nei, þetta er nú skemmtilegt sko. Það er 20 sem ég langar að koma inn á. Af því minnst þú koma inn á 2 mikilvæga hluti þarna. Í fyrsta lagi sko erum við að spyrja gamalt fólk á þessum aldri hvernig fór það að þessu. Og þetta er þessi endurgjalds hugmynd sem virðist alltaf lifa með mannkynnu. Ef ég geri þetta, þá mun þetta gerast. Og sem ég held náttúrulega að okkur hefur verið sýnt fram á bara gengur ekki upp. Hlaupur svona mikið borður þetta, þá mun allt fara vel. Sem er mjög ríkjandi í dag, talandi sjúkdóma, að ef þú ert veikur, að þá er það eiginlega þér að kenna. Þú er ekki gætt nógu vel að þér. Og allir mannkynið á rosalega mikið auðvelt með það að útskýra þjáningu annar, en svo þegar lendir í þjáningu sjálft, þá virka ekki þessar hugmyndir. Jobs bók sem er orðin sko 3000 ára gömul, hún kennir að endurgjaldskenningin stenst ekki og er að kenna okkur það. En svo kemur við aftur að þessu mikilvæga atriði. Ég held sko að mannkynið sé forritað þannig að ég er alveg sammála því að ekkoði þjónar 25 ára manneski sem er einhvern veginn að hasla sér völl og berjastur í sínu miklu betur heldur en miðaldra köllum eins og mér og þér fyrir ekki að ég dragi þann dilka. Við erum kannski komnir á allt annað stað. Við erum að reyna að losna við að sviðinu. Já, við erum að reyna að losna við og við hvílum bara í orðin kannski í ákveðni ró að við erum ekkert að klífa hierarkíuna lengur heldur erum bara. Eða ég held að það sé markmið. Og þannig að, já, ég meina þetta sé svolítið aldurstengt. Já, en og þar alveg er ekki endilega víst að ungu maður eða ung kona geti nýtt sér. Sammála. Og mér finnst það kannski ekki að ætlast til þess. Það getur jafnvel verið svona eins og hálfgerð grimmd. Já. Þetta er flott pælingar. Ég meina, ég er faðir eins og þú. Ég myndi ekki vilja að börnin mín sem eru kornung væri á þessum stað. Og pabbi þeirra. En ég vil aftur að... Það er svo dásanlegt að þau vilja það ekki heldur. Nei, akkurat. En er þetta ekki kannski bara forrit? Er þetta ekki kannski bara forrit? Á þetta ekki bara að vera svona kannski? Jú, að það sé sko sannleikur í ævi glímunni allri. Já. Og ég held sko að það er ákveðin fegur í öllum systemum. Ég finnst gaman að fylgjast með til dæmis dóttur minni sem er ekki orðin 30, mjög nálægt í vera að klífa upp sína og ná í sína drauma sem hún myndi ekkert ná í einhverju sena ástandi sko. Það er bara meira fyrir mjög upp þig sko. Og ég er ekki að tala um þetta einhverjum dóm og tala um þroskaleysið. Minnst flott sem þú segir, þetta er lífsglíman, þetta er bara ferðalagi. Og Jung tala svolítið skemmtilega um þetta, að því hann notar náttúrulega mikið egohugtaki og kallar það svolítið fram. Hann talar um tímabil ungumannana veiðimannsins, skilur, en svo eru við kannski áttin öldungar sem situr við eldin, skilur, og segjum sögurnar. Og hægt að nota til dæmis hans greiningu í bernskuna og ungmanndómsárin og manndómsárin og svona væsolt með tímabilið. Já, akkurat. Nota það til að greina rithöfunda fyrir Halldór Laxness. Já, vá. Hann eiginlega bara fellur ofan í það. Ég nota það í inngang, ég nota Jón Prímus í innganginu á bókin, því mér finnst hann eina flottustu persónum íslenskra bókmennta. Hann er búin að skila allum kenningum. Ég meina Halldór Kiljan er kaþóliki, hann gerist kommunist eða sósíalisti. Svo er alveg augljóst að hann er í síðustu bókunum sínum er ekki Brekkugottsannald og kristnihaldi. Þá er hann að skipta yfir sko, í svona hálfgjört svona mystík og já, ég skil hans ferli þannig.
og gaman líka að þú ert að tala að sleppa og svona að svona pennin hans losnar sko. Hann verður svo léttur og liðugur sko þegar hann orðin gamall sko. En fylgir hann er ekki að byggja með honum. Heldur hann eins og hann sé eldan. En fylgir það ekki þínu þegar slaknar á egoinu að þá er allt miklu lausa? Já, þetta er gott dæmi. Herðu, en þú ert að setja þetta inn í samfélag og hérna það er einhver svona sterk tilfinning í samfélaginu að við séum ég segi ekki á villigötum en jú að við höfum tapað okkur einhver leyti. Það er mjög algengt að tala að sko, við lifum á samfélagi sem er svo litað að efnishyggju og einstaklingshyggju að þetta er orðið eiginlega sko, næstu eins og sturlunarástand sko, og að sé þörf fyrir að endurmeta okkur sjálf. Það er svo sem er nógu tilbúðu það að við getum sko læknað okkur sjálf einhvern veginn. En ég er að tala að lækna sko samfélagi sem að við búum í og getum líklega ekki orðið heilar manneskjur nema að búa í góðu samfélagi vennafólk. Sko minn skilningu til dæmis á 20. öldin er það að ismarnir eru efnishyggjustefnur. Og ég held að ismarnir, öfgarnir í báðar áttir, ef við tölum isma, ég meina eru efnishyggju hugmyndafræði og ef þú tekur kapitalismann fyrir sko í sinni ýktustu mynd, þá náttúrulega er hann algjörlega endurgjaldstefna og hann setur efnishyggjuna og skortin sem drifkraft, þig vantar. Það er ansvað það og svo erum við líka með að það er bara metið í samfélaginu okkar, það er bara trú í samfélaginu að hinn ríki er ríkur fyrir verðleika sína og þar er landi hljóti hinn fátæku að vera fátæk vegna skors á verðleikum. Þetta er innbyggt inn í systemið okkar. Já, og öll svona öfgasýn ef þú segir það að þú sett bara þinn gæfu smiður, hún bara stenst ekki. Hún getur ekki staðist. En ég er líka á með þá hugmynd að þó að samfélagið verði bara réttlátt í sínu ídrustu mynd, þá er alltaf innri vinnan eftir, alveg sama hvað isma þú velur. Já, þú er að gera hvortveggja, þú er að berga sjálfur og berga heiminum. Já, og ég held að byrjunin sé alltaf þar, ég menna, er það ekki bara strax á með upplýsingaöldinni, ég menna, er það ekki það sem þú þarft að rækta þinn garð, er það ekki niðurlag frægra bókar, sko. Það er ekki nóg að ferðast allan heiminn og reyna að hafa breytingar, heldur þarf þessi garður að ræktast. Þetta er svolítið svona, það kom það voru ákveðið vonbrigði með það sem kallar svona 68 bylgjan, sem er svona lýðræðisbylgja og meðal hans ungdómsbylgja, þar sem ungdómurinn krafðist þess að fá svona eigin menningu, eigin viðhorf og viðurkenningu og tengist náttúrulega kvennahreyfingu og frelsisbaráttu svartra en það var ákveðið svona vonbrigði þegar það fór að líða kannski 8. áratuginn með árangurinn. Breyttist hún ekki sko ég meina eins og þessi Berkeley-hreyfing og allt þetta, ég meina þetta er mjög heillandi tími, ég held að mist Kennedy tíminn mjög heillandi líka þó það ekki verið fullkominn tími og það er margt að gerast og náttúrulega Martin Luther King og vonin er mjög sterk og svo hugmyndin að við værum á leið til samfélagsaukisjöfnuðar og það sem að væri meira rými fyrir alla og eru lust á alla og það var til þótt að það var ekki komið og kannski hugmyndum meira jafnrétt og meiri frið. Ég meina ég hafði prófessor í Bandaríkjunum sem ég þótti mjög væntum og reynda vestur-íslenskur uppruna að hann sagði að það hefði verið besti tími sem hann hefði lifað var þegar Kennedy var forseti, það var svo mikið von eins og þú ert að segja en ég held að sé, og þú leiðréttir mig að því kannski þekki þú þá sögu betur en svo fer þessi hreyfing sem reynir bæði að vera andleg, hún reyndi náttúrulega að vera andleg sko maður sér að í trúarþátturinn í hipparhefingunni alveg heilmikill eins og ég skilði það allavega. Það er líka bara eins og að safna hárinu og að beygja sig ekki undir svona mót samfélagsins og hætta að kaupa föt og nota bara gömul föt sem að fundust á okkur markaði og þetta er eiginlega andleg afstaða sko. Jesus Christ Superstar er hann ekki ákvæmið þessu en svo breytist þessi hreyfing í kannski eina stæðstu efnishreyfingu sem til hefur verið í mannkynssögunni eins og ég skilði allavega, ég meina fer ekki alltaf stað Wall Street
ég meina hipparnir breyttust í eina mestu efnishyggju aðila sem hafa lifað. Og meðal annars það sem ég að koma að sem að það voru vonbrigði með svona félagslega breytingar í hreyfingunni og þá kom upp það sem kallað nýöldin að eina leiðin til þess að breyta heiminum Vigfús minn að breyta sjálfur. Og þá fóru fólk bara inn og annars leiði það til þessarar Kemur ekki inn í þetta líka Gunnar ákveðin vímusækni sem alveg rosaleg víma og fólk sá bara baráttuna leysast upp í fólki þannig það voru mikil vonbrigði og svo náttúrulega var líka mótmælunum og kröfunum mætt með fullur hörku og ofbeldi og Ronald Reagan fylkisstjóri Kaliforníu sigaði þjóðvaraliðin og hippana í San Francisco þannig að það var en út af þessu kemur þá þessi hugmyndum að við náum einhver breytingum En ég held að það sé svolítið öfgakennd afstöð. Þó hún sé mikilvæg per se en hún líka öfgakennd. Þannig við verðum að gera hvort tveggja. Og það náttúrulega svo sama tíma fara Bandaríkin í mjög mislukkaða vegferð í Víetnam og hræðilega vegferð og í sorgarfræðunum talað að þarna hafi hafist það sem kallaði pornography of death eða klámtímabil dauðans að því að þarna var stríð í beinni útsendingu og þannig að við dofnum, kannski það talaðum í sorgarfræðinu þarna hafi byrjað ákveðin doði gagnvart dauðanum. Það verið að sýna bara frá átökum Viet Cong og bandarískra hermanna bara í beinni útsendingu og snertir okkur ekki. Bara sjónvarp. Við lifum svona tíma í dag. Já, algjörlega. Og þetta er mjög ekkert endilega heilandi vegna þess að þarna verður dauðinn kannski að ákveðnu skemmtiefni maður horfir ekki á dauða en maður horfir ekki á sjónvarpsefninu að það sé dauðinn sér til umfjöllunar á þess að snert okkur og þetta er einhver og hafi verið talað með þessum að þetta hafi orðið öfgafyllara það hafi aukast einhverja krufningasýnir og morðsýni eða hvað maður segir á íslensku morðvettvangurinn og allt þetta þetta er svona ákveðin aftenging og maður sér þetta náttúrulega Þetta talaðum bara á síðustu tímum Já, við erum talað það Reyfarans og enn aftur áðins að maður sé ekki að líta þegar hann sé ómúlur en það getur verið merki einhvers tíðaranda fræðin segja það og þú sagði krufningar því að ég er þannig ef að ég er að horfa á fréttir eða bíómyndir og það kemur eitthvað svona að vera að skera holdið eitthvað, ég get ekki hort á það Ég held að það er heilbrigðismerki Mér finnst bara að vera ansi mikið af þessu það er bara með heil og halvu og ég finnst að verst þetta kemur inn í fréttum kemur bara frétt sem er kannski bara eitthvað heilbrigðiskerfið og allt inn er ég að horfa á hníf sem að sker hold Ég meina, ég held að við sjáum það allar fréttir af hörmungum ekkert endilega snert okkur mjög mikið Er það ekki? Já, ég held að sjá hvern hætta maður dofni gagnvart því Ok, má ég þá tala annað sem er oft talað að dauði sé okkur orðin svo fjarlægur sem er tengt þessu sem við vorum að tala sem að áður var líkvaka á heimilum Já, húskveður Húskveður sem við erum líklega ungir til þess að muna eftir Já, ég hef samt einu sinni upplifað það Ég sem bad í sveitinni því ég hluta til alveg í sveit líka Ég held að langamma mín hafi verið látin liggja í stofunni á Austurgötunni en það er þetta er langt í en þú kannast við þess að við einangrum stofnanavæðum Hvað þú nú út af starfiðinu, hvað finnst þér þessar? Ég held að það sé ekki endilega jákvætt. Ég meina, fyrir það fyrsta erum við orðin borgarsamfélag, þannig að við erum búin að missa tenginguna bara við líf og dauða skepnunar. Fæðing á vori, sláturinn á hausti, þetta er náttúrulega ákveðin kennsla í þessu. En svo hefur við líka náttúrulega fjarlægt dauðan frá hversdagslífinu okkar og þetta er orðið stofnana vætt fyrirbæri, það þýðir náttúrulega ósjálfrátt og bara að þetta verður fjarlægara frá okkur og þannig hann ögrar okkur kannski og kennir okkur ekki eins mikið eins og hann gerði áður. Ég held að fyrri samfélag hafi stundum átt auðveldara með að takast á þessi staðar því þetta var miklu nær. Og svo er annað sem er náttúrulega jákvætt og okkur gengur náttúrulega miklu betur í nútímanum að varðveita líf.
bjargalífi og bjargalífi. Það mjög stutt síðan í tímatali þjóðarinnar þar sem dauðin var náttúrulega bara, það voru miklu meirum slys og það voru miklu meirum ótímabæra dauða. Sjómiskan tók sitt, náttúran tók sitt, sjúkdómar tóku sitt. Fólk misti börn. Jú, barnadauði var miklu algengara en við eigum til dæmis reynslu því að fjórða hvert barn dó í einhvernum faraldri skilur og það ekkert mjög langt aftur í tíma. Og Systkini bræður voru skýrðir sama nafninu til þess að venda það vegna þess að lífslíkurnar voru ekki meiri. Já, þetta ekki langt í tíma. Nei, afi minn, hann var sama nafni og bróðir sinn. Já. Það átti að venda nafnið og þeir lifðu báðir. Já, og þarna einhver ákveðin reynsla kynslóðana sem býr til þetta sem aðlögun og viðbrögð við hættum. Ég meina spánska veikin ekkert langt aftur í tíma. Solis faraldur myndi líklega aldrei gerast aftur. Þegar maður les, það er ekki að fara langt aftur, bara 150 ár aftur í tíman og þá er maður að lesa fólk sem misti börn og eitthvað svona og maður að velta fyrir sér hvernig fólk bar sorgina, hvernig það vann út úr þessu, hvernig það vann út úr áföllum. Þetta er gríðarlega góð spurning. Og maður að því að það er ekki beint skrifað þetta en maður velti fyrir sér, það hlýtur að hafa verið eitthvað og kannski ef ég má taka dæmi eins og hefði áhuga á mat. Hættu því? Já, nei, ég segi ástriðu fullur og ég var áður. En þar er vandinn sá að fólk er náttúrulega búin að vera að borða frá öru og alda. En það bara er til dæmis nýkomið að fólk segi frá því. Og til dæmis það er eiginlega vonlaust að fá að vita hver er svona hversdagslegasti maturinn sem fólk borðaði, af því að það er helst að þú getur fengið svona einhverja veislur eða eitthvað slíkt. Þannig að það sér ekki og þannig maður hugsa þegar maður er að lesa fólk sem hefur orðið fyrir svona áföllum, missa börn og eitthvað svona og það er ekki eiginlega getið það og maður veltir fyrir það hlýtur hafa verið eitthvað í samfélagsgerðinni sem að hjálpaði fólki eða sem að viðurkenndi sorg. Já, ég held að margar reynslur úr fortíðinni hafi farið inn í innri kerfin og náttúrulega ekkert meitt fólk minna heldur en gerir í dag, Og ég held að margir og ég hef oft kynnst eldra fólki sem hefur borið mjög gamla og erfiða sorg sem það hefur ekki getað tjáð sig en hefur haft gríðarlegan áhrif. Ég held að til dæmis að margir hafi kannski lent í því að dofna upp og einhvern veginn hafi bara farið í það mótarinn að lifa af það sem eftir var og kannski út af því að þetta var svo algeng reynsla að það var bara einhvern veginn þetta er ekki til að tala skilurðu. Og ég held að við búum betur í nútímuna að það er kannski meiri geta til að nálgast þessa fólk og viðurkenna þessa reynslu en ég stundum hugsaði og ég veit ekki hvað ég er að segja núna að það er uppavals. Já, það er uppavals að ég líti ekki á sorg sem tilfinningu heldur samheiti tilfinninga, marga tilfinninga að maður verður alltaf var við einmanaleikann, alltaf og barnadauði betur fyrir náttúrulega mun óalgengari reynsla núna og ég náttúrulega maður finnur oft fyrir hvað þetta er sterk einmanaleika tilfinninga þegar maður ber svo svakalega stóra reynslu sem svo fáir eiga reynslu af. Ég stundum bara fabúlera með því eigin haus hvort að það hefði verið styrkleiki að fleiri þekktu reynsluna en það var klárlega veikleiki að það var ekki hægt að tala hana eða það var ekki rými fyrir það af því að ég veit það, af því ég hef svo oft kynnst eins og ég sagði áðan gömlu fólki sem ber svo þunga reynslu sem það hefur ekki hægt að tala og fær kannski þörf fyrir það akkurat í uppgjörinu þegar stutt er orðið eftir til dæmis hvað marga konur þurft að bera einar til dæmis í tæmi andvana fæðingar eða langt gengin líf þetta var ekki til að tala og kannski að því að við erum alltaf að fá meiri þekkingu á að hvernig sorg fer á milli kynslóða að hún hefur náttúrulega, og það er oft talað þessi 3 til 4 kynslóða kerfi ég er alveg viss það að til dæmis barsmiðið sér í 3. kynslóð frá okkur hefur áhrif á einhvern hátt niður kynslóðkerfið og það er til alveg mjög merkilega rannsóknir til dæmis sem hafa verið nýttar í sorgar- og áfallavinninni af til dæmis helförinni sem er í mínum huga bara nánast í gær að þá erum við að tala um 3 til 4 kynslóðir og það er alltaf til ennþá lifandi fólk sem lendir í þessari reynslu það var talað og þetta var gert í Bandaríkjunum að þeir sem lendi í henni völdu að tala ekkert þetta
og svona kring eftir 80 undir 90 fyrir fólk fyrsta skipti að tala þetta og svo hafa afkomandi þeirra verið rannsakaðir og þá kemur alltaf fram hvað þetta var mikill sásökin sem heimilum og dysfunksjón sem afleiðing ofbeldi, óregla, allt og miklar kröfur og næstu kynslóðum að bæta einhvern veginn upp allan missi fyrri kynslóða og svo náttúrulega berst það á einhvern ákveðin hátt til næstu kynslóðar og þetta þekkjum til dæmis úr þeim alvarlega sjúkdóm alkoholismanum, hann náttúrulega 3-4 kynslóða kerfi sko. Að vinna meinsemdina burt. Já, afleiðingarna, dysfunksjón í samskiptum og Já, en þú sagðir að fólk hafi gengið með sásauka og stundum og ekki fundist að það væri, ég veit ekki hvað að kalla líkn í því að ræða það. Og kannski bara ekki haft hugmynd það. Já, en þá tengist það að ef ég er með eitthvað sára reynslu og hef þörf á því að ræða það, en kannski gagnast mér ekki að segja þér frá því vegna þess að þú kannt ekki að taka á mótinni. Sem að þú kannt náttúrulega núna út af starfinu þannig ég er að taka þetta sem dæmi bara henni venjulega manni og þetta sér maður stundum í svona jafningjahópum að þá allt í einu verður það svo auðveldar og þægilegra fyrir fólk að ræða við sjáum þetta í fólki sem glíma við krabbamein og þú nefndir áfengis- og vímuefnasjúklinga og það sem að sá sem ég er að tala við hafi svipaða eða sambærilega reynslu það verður einhvern veginn lækning út úr því en það verður ekki lækning ef þú ert að segja mér frá sára reynslu og ég tek á mótinni bara sem blaðamaður það ekki gefið? Alls ekki gefið sko þetta náttúrulega alveg grundvallar atriði enn og aftur sem þú dregur fram sko, við þekkjum það til dæmis í sorgar meðferðarmódelinu, þá oft talað að það sé gott að byrja að vinna með ákveðnir fagvinnu til að byrja með en á ákveðnum tímapunkti það að rannsaka hvað sorgarhópar skila miklum bata. Þetta oft notað hugtakið það lánar von og að því þú nefndir alkoholisman og vímuefna, þar lánuð von bata og þetta sér maður í sorgarhópunum þegar maður hefur fengið tækifæri til að vinna í þeim sem ég hef fengið að gera á einhverjum tímapunktum í lífinu þá sé ég hvernig bati einhver syrgjanda lánar öðrum syrgjanda von sko. Og það náttúrulega skapast sá trúnaður sem byggir þá ég þekki þína þjáningu þannig ég þarf ekki beint að útskýra mína þjáningu fyrir þér því þú ert búin að prófa hana, þú ert búin að upplifa hana þannig þú veist nákvæmlega hvað ég er að upplifa og það er fullt af fólki sem á það erfiða reynslu þannig að það er ekki að ætlast til þess að þú tókst sem dæmi blaðamann hann að hafi endilega getur og dýftina til að skilja hana og kannski bara að skrá, hann bara búið til skýrslu sko. Já, narratífa bara sko. Hann er ekki með heilandi hlutverk í samtalinu Hann getur það ekki og það er ekki að ætlast til þess Nei. En það væri kannski að ætlast til þess sko, að við ættum ákveðna reynsla við hefðum getuna til þess Já. En svo er líka þarna fín lína að segjum svo það að ég og þú eigum sameiginlega reynslu að þá get ég ekki mætt til þannig þegar þú tjáðum þinn sársauka að mín reynsla sé alveg nákvæmlega eins og þín reynsla og þá get ég náttúrulega gengið yfir þín mörk með því að segja Gunnar, þú átt nú að gera þetta og þetta af því ég gerði þetta og þetta en ég get sagt við því Gunnar, þetta nýttist mér í því sem ég var að gera Það er mjög mikill munur á þessu. Ég gerði þetta upplögst fyrir mér einu sinni að ég var svona eins og margir hávaxnir menn illt í bakinu og var með brjósklos og var þannig að ég bara lagðist í rúmið og til þess að geta labbað að þá þurfti ég að ganga með staf bara til þess að halda mér uppréttum og fór í bæinn með svona staf og þá kemur náttúrulega fólk til hvað kom fyrir og eitthvað svoleiðis. Og þá var það, ég bara stöttur í ferðinni í bæ, að það voru 7 manneskjur sem komu með lausnina á mínu vanda. Já. Og það voru allar sannfærðar að það væri lausnin. En enginn þeirra var svo sama. Áttur að drekka gulrótarsu. Já, eitthvað. En þú kannast þetta, en enginn var svo sama. Algjörlega. Þannig að þá, það að fá
boðið sem svona eina endalegu lausn kannski heldur ekki hjálpandi. Nei, það náttúrulega oft þessi endurgjaldshugmynd í henni, sko. Og ég náttúrulega hef oft heyrt syrgjendur segja mér sem eiga miklu stærri reynslur heldur en ég hef nokkuð tíma nátt í lífinu. Veistu það bara fólk að segja mér að nú sé kannski ekki gott að halda áfram, ekki gott að eignast annað barn, ekki gott fyrir að fara að vinna og þarna held ég að sé að uppljúkast ákveðin staðurinn mannskepnan, hún hefur svolítið óþol gagnvart þjáning annar, þannig hún vill bara henda gulrótarsafanum í því, skilur. Þannig að það svolítið óþægilegt að Gunnar sé með þetta bröskló, sko. Þannig að Gunnar, ekki komið tíma að þú rísir upp, maður. Þetta er svolítið óþægilegt fyrir mig. Sett ekki að ganga hérna eins og merki veikleika okkar mannanna. Já, af því að þetta getur orðið mín örlög og þetta er óþægilegt að vera myndur um þetta. Sem sama ástand og við ítum kannski döðanum frá okkur. Algjörlega. En eitt að því þú nefndir einmannaleika í sorginni. Já. Við erum að sjá fyrir okkur bara mynd af dánabeði og þar manneskja deyja ósátt og þar að leiðandi erfitt fyrir hópinn sem í kring að finna einhverja sameiginlega stöðu var þessu og þá verður oft svo áberandi hvert og eitt lokað inn í sínum einmannaleika frammið fyrir þessu. Þannig að maður getur séð fyrir sér svona dánarbeð þar sem sátt og ríkir. En maður getur líka séð að einhvern veginn hvað við sem að því við erum einstaklingar en erum háðir sko samfélagi. Hvað við erum eiginlega loku frá því. Er þetta eitthvað, er þetta bara reynsla sem að ég upplifði eða er þetta eitthvað sem þú getur? Já, ég held að þetta sé alveg rétt sem þetta segja. Það var eins og rosaleg upplifun fyrir mig að ég fór á dánarbeð hjá að ég var í verkþjálfum svolítið á sjúkrahúsinu í Bandaríkjunum. Ég hef reyndað að segja þetta eins og Íslandi líka að það voru Afríkubúar sem mættu á dánarbeð. Þar var bara fyrirfram ákveðin hegðun hvernig þeir áttu að haga sér. Konurnar sérstaklega. Og þarna fór bara, og ég man hvað með brá mikið, af því að þær lögðust í gólfið og grétu sko svo hástöfum. Þannig að þær bara mættu með þessa aðferðafræði inn. En ég held að við mætum svolítið bara hvað eigum við að gera hérna? Hvernig eigum við að lifa? Og ég man hvað mér fannst þetta óþægilegt af því að mér langaði einhvern veginn að reisa þær við og stoppa þetta af og mér fannst þetta að vera ákveðin merkjum stjórnleysi sko. En þetta var það ekki. Þetta var bara kúltúrlega ákveðið fyrirbæri sem þær gengu inn í. Eins og þekkjum úr Miðausturlöndum og svona það sem að byrja þessi grátkorr. Já, og þetta er bara fyrirfram ákveðin aðferðafræði sem ákveðin. Ég held að þetta sé svolítið gott. Já, sko. Það sem kemur á öðru að því að það er svona einmannaleikan á dánabeðinu að þegar maður heimsækir fólk sem er að mæta sínum dauða og það er náttúrulega sárt á margan hátt og þá veltir maður stundum fyrir þessi býtu eins og stundum í lífinu að ég hefði kannski verið einhvern veginn betra að fá einhverja leiðsögn út úr samfélaginu hvað þetta er sem að ég er að upplifa. Ég segi frá því í bókinni að það er svona frásögn eða upplifun sem ég segi frá sem var mér mjög dýrmætt sem kennsla. Að það var mjög ungur einstaklingur, úlingur sem tók á móti og ég var inni hjá þessum einstakling og við vorum að tefla og þessi einstaklingur var í líknameðferð þannig að það var alveg gefin stærð og hann vissi sjálfur algjörlega ótíðanbært fyrir tvítugt að þetta myndi taka enda og það kom inn til okkar hópur á ungum læknanum og það var svona ákveðin skelfingasvipur á þeim sem er mjög eðlilegt. Rosa reynsla fyrir þá rúmlega 20 að koma inn í þessu aðstæður og þessi einstaklingur sem var bráðsnjall leita á þennan hóp læknanum og sagði getið ekki bara verið eðlileg og það fóru náttúrulega allir að hlæja einhvern veginn en það er rosa mikið viska í þessu þarna var hann að kenna þeim hvernig eigi þið að vera með mér hérna inni ég vil að þið séu eðlileg en ekki einhverjum ákveðnum stellingum sem þið bara viti ekkert og kunnið ekkert á þannig það er okkur leiðbeining í þessu og viska sem kollnung manneskja að færa til sér í gegnum svona veikleikana hjá okkur. Ég er líka orðið var við að fólk á í erfiðleikum með þú veist hvort þeir að heimsækja
fólk á líknardild. Já, mjög. Kannski einhverju gamlar erjur og ásóldi bara í vandræðum með að meta hvert hlutverk mitt. Já. Þarna getur þriðja ljóðið mjög. Á ég að koma með mig allan þarna inn eða ber mig bara að mæta viðkomandi manni á sínu dauðastríði sem vinur, fyrirverandi vinur? Já, þarna held ég að þriðja að geti alveg komið að gagni bara til að, og það ég hef upplegað að hann getur náttúrulega rætt við þann sem deyjandi þannig að hann eða hún hafi ákveðna stjórn og getur sagt, mér langar eða ég vil ekki og það má koma fram við óskina frá viðkomandi og þarna held ég að skilabóðin sé svolítið að viðkomandi gangi inn á forsöndu þessi með deyjandi. Og lækka þröskulda sem báðir upplifa. Ef ekki tala um egoð aftur bara. Herðu, ég að narraði til að tala mikið dauðan en þetta ekki allt dauðan. Nei, alls ekki. Og dauðin náttúrulega alveg heilmikið lífið. Já. Er það þannig að maður getur ekki lifað lífinu að fullu nema að horfa stugu við dauðan? Þetta einhvers staðar til. Í einhvers staðar stendur skrifað, ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar það í einhverjum fornum textum Miðausturlanda á byggingu. Sá sem kann að deyja kann að lifa og sá sem kann að lifa kann að deyja. Er ekki einhver visk í þessu? Þetta það. En titillinn, það liggur við að sé hvað heitir það svona soundtrack með honum því að næstu því sama var laglína sem að Pálmi Gunnarsson söng. Ég held að það hafi verið spilað bara linnulaust, líklega þetta frá tíma áður en að Rás 2 verður til eða eitthvað eða hvort að vera þegar Rás 2 og Bylgjan eru orðin til þá var oft þannig að varu bara eitthvað eitt lag sem var bara spilað í non-stop. Já, non-stop. Hver vegur að heiman vegurinn heim, segir þar. Hvaða setning þetta? Það vantar greinin þarna í þessu, hver vegur að heiman vegur heim. Þetta kemur frá Snorra Hjartarsyni skáldi og ég hugsa mín með þennan titil og ég vitna alltaf sjálfsögðu heimilda að þetta kemur frá honum. Þessi að stundum lendum við í atburðum og atburðarás sem leiður okkur svolítið frá okkur en leiður okkur svo tilbaka heim bæði á gamlan og nýjan hátt. Ef við tökum lífsklímunni líklega, við getum líka mildsta leið. Algjörlega. Þetta ekki automatist að við förum rötum. Nei, og það ekki skylda. Ekki skylda? Nei. Það ekki skylda að þroskast. Þú nefnir þetta stundum í þessu samtali. Upplifirðu það að það geti verið svona meiðandi fyrir fólk að þurfa alltaf að hlusta á það hvernig það ætti að bregðast við? Algjörlega, og það sjálfræðissvipting. Og það predikun í því og ég ekki hrifinn af predikun. En ef svo þá það bendir til þess að menning okkar sé veik að hún sé ekki því við lifum inn í einhverju sögu og einhverju samfélagi og ef við verum í einhverjum áföllum og ef að skilabóðum sem frá samfélaginu. Ég nefndi eitt þarna að við ættum alltaf að sigra alla sjúkdóma eins og við gætum sigra dauðan sem bara fráleitt. Að það svona skilabóð sem við komum sem að þú ert að segja eru oft bara meiðandi, tefjandi. Ég tekið sem eitt mjög mikilvægt dæmi. Ég oft heyrt krabbameinssjúklinga segja við mig eða fólk sem í erfiðum aðstæðum, það alltaf verið að segja við mig, þú ert svo mikil hetja. Og það segir, þetta óþolandi setning vegna þess að ég brá ekki dvala að vera í þessum aðstæðum þannig ég verð bara að gera mitt besta en ég engin hetja þannig þetta meðandi setning. Ég veit það, og svo deyrðu og hvað þýðir það að þú varst ekki ómikil hetja? Já, akkurat, það segir sér sjálft. Það svona einhver grimmd en mér finnst þetta vera mjög ríkjandi. Það svona einhver vörn í þessu að vera að fjarlæga sig frá sársaukanum held ég og þetta getur það meitt. Kannski erum við of mikið í því að hver sinna gæfusmiður og við erum bara ekki okkar dauðunum að ef þú deyrið að þá hefur þú náttúrulega bara tapað. Já, við erum bara ekki bara okkar gæfusmiður en ég ekki hvetja til þess að maður taki ekki ábyrgð á lífinu sinu, alls ekki en það dugar ekki eitt og sér sem útskýring á lífinu. Það gerast fullt af hlutum sem við bara enga stjórn á. Þá komum við að rísastóru hugtaki sem bara æðruleysi. Já. Frammi fyrir því að auðvitað reynir maður að breyta rétt. Sjálfsögðu. En það ekki þar með sagt að það færi manni hið góða líf. Nei. Maður þarf að hafa lukku og fleira til þess að... Já, og bara marga þætti sem ég get ekkit endilega skilgrænt. Nei.
Ég vil alls ekki fara að skilgreina fyrir annað fólk. Ég þekki ekki lífssögu allra og ég held að vonandi þróist við flest þannig að dómur okkar aðra einstaklinga fari minnkandi með tímanum því við vitum ekkert hvað fólk búið að ganga gegn. Og ég oft heyrt fólk segja að þessi slapp rosalega vel frá lífinu en svo hefur maður fengið tækifæri til að eiga trúnaðarsamtali og þá bara kemur margt í ljós sem fólk hafi bara ekki hugmynd um. Ég nefndi á þann að þú hefur verið á fleiri dánarböðum heldur en flestir. Og þá kemur elsta spurningin. Þegar við deyjum, hvað verður okkur? Þetta rosa góð spurning, sko. Já, ég meina, ég trúi á það að ég persónulega trúi því að þetta sé ekki endurinn, að þetta líf sé ekki einað sem Ég meina, ég trúi því að þessi tilvistarbreyting sem sér stað og það bara einhvern veginn mín reynsla af lífinu þannig. En ég veit að það ekki allir sem aðhyllast það. En það þó mjög merkilegt með Íslendinga að það alveg ótrúlega stór hluti Íslendinga sem trúir á einhvers konar tilvistarbreytingu á þess að endilega geta alltaf skilgreint það. Og Þetta sjáum við ekki nógu langt til þess. Nei, þarna kemur inn túlkun og þarna kom inn ákveðna reynslu sem fólk túlkar og annað slíkt. En þetta mín, þú veist það. Og það að við hafa upplifað dánarbið hefur sko alls ekki gert mig fjarlægan þessari lífsinn, heldur bara aukið hana. Það sé eitthvað framhald. Algjörlega. Og það sé ekki sprottu upp af þessum heimsendi sem að verður þegar ein manneskja deyr því að við erum í sömuleyti sko sjálfstæðir heimar. Það hefur enginn skynjað heiminn eins og þú. Nei, betur fyrir. Nei, en ég held samt að með tímanum þá fari mann kannski að upplifa heimi þannig að það sé alveg gríðalega lítill munur á Gunnari Smára og Vigfúsi Bjarna sko, að djúpt niðri séu við kannski sami veruleikin. Við erum opnir úr sama efni. Það mín sem ég að segja að ég held líka opnir úr sama andlega veruleika, þá kem ég eftir á lífsinn. En sem ég því að það þannig og það áttum okkur líka á því þegar ungt fólk deyr, hvaða það er margt sem bara hverfur sem hefði geta orðið. Já, sorgin yfir því sem ætti að verða. Og í sömuleyti þetta tengt líka bara helgi hvers einasta lífs að við erum það stór, þótt að við séum smá í öllu samhengi. Já. Að það því að við höldum heilli heimsmynd og fleira með okkur. Og svo erum við á dánarbið og sjáum þennan heim hrynja og hann svo helgur og hann svo stór og mikilfenglegur að við getum ekki trúa því að þetta endi þarna. Nú ég að spyrja með efanum. Já, ég meina efi náttúrulega gríðalega mikilvægt fyrirbæri og mjög eðlilegt fyrirbæri en svo kannski hægt og rólega kemur meiri fullvissa inn en efa og ég tel mér að standa fyrir þeim veruleika fyrir sjálfa mig að ég ekki nokkrum efa, ekki nokkrum og ég finn það mjög margt fólk á þeim stað og þetta alveg hjálpleg lífsafstaða, það bara staðreynd en það ekki hægt að tróðin upp á annað fólk. Það einu spurningu viðbót eins og ég búin að þrástagast á að þá þú verið á fleiri dánarböðum. Já, og eins og margir aðrir sem vinna slík störf. En síðan veiktistu. Já. Og þú horfir persónulega fram á í augu við dauðan. Algjörlega. Hver munurinn á þessu að hafa verið þess að þegar þetta þegar hvað við segja ógnin eða verður bara mæti þér sem persónu. Ég noti þetta dýrmæt spurning að svara og ég nota þetta sem inngang í bókinu minni. Ég var ekkert flinkar í því heldur en annað fólk. Þetta já? Nei, alls ekki og alveg jafn vannmáttur í því og ég fann alveg fyrir því að upplifun mín á því fyrst verður maður bara algjörlega dofin og veit ekki neitt skilur og vannmáttur og maður finnur ekkit endilega mjög mikið til að byrja með sko. Tilfinningarnar gagnvart koma miklu meira aftur á og ég held að þó að sé liði hátt nálgist 2 árbráðum að þá ég ekkit endilega búin að fara í gegnum það allt saman en klárt að sama manneskjan kemur ekki út úr 3 mánaða sjúkrahúsvist eins og ég var í og fór inn á sjúkrahúsið
Það ferð sem að þú ferð sem svona, það enganleg reynsla þín Já. sem að faglega reynsla þín gatur ekki undirbúið. Nei, alls ekki. Hún gerði mér stundum erfitt fyrir vegna þess að ég átti fullt af minningum sem voru bæði sigrar og ósigrar í sömu aðstæðum sem ég var alltaf komið hinum við borðið og hugum minn fór oft í þessar erfiðu minningar þar sem hlutir fóru ekki eins og maður hefði óskað. Þannig að það var alls ekki gegn mér, þannig að ég var alls ekki flinkar heldur en annað fólk að vera í þessum aðstæðum. Herðu, Vigfús Bjarni, takk fyrir að koma hingað og ræða aðeins við sumt af því efni sem er hér. Ég fannst mjög gaman að koma og tala við því. Takk. Og takk fyrir að skrifa þessa bók og leggja hana inn í leit okkar af einhverju hugmyndum það hvað við erum og hvert við erum að fara og við erum að fara heim. Nú, takk fyrir að nenn að lesa hana ef einhver lesa hana. Annars gengur mjög vel með hana. Takk fyrir það. En við ætlum að halda hérna áfram með Rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í samfélagið og okkur sjálf í leiðinni og næsti kafli er eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is